Góðan daginn hér og velkomin við þetta borð. Mér allt eiginlega eins og að vera, ekki hafa þetta hér, ekki betra. Já, ég veit ekki lefa þig að vera hér. Við veitum ekkert hvað þetta á að vera. Kannski höfum bara þetta líka hér. Það hlórið ægilega framanlega. Okkur líst nú ekkert á það. En ætlum samt að kveikja einu kerti, já. Og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa drottinn smá. Svo tilveran verði ekki grá. Ég þarf að læra það að vera með þetta á undan til að kveikja, svo ég brenni mig ekki. Þetta nú bara haffyringurinn mér sem nú að vaða fram svona náttúrulega. En okkur ekki vænt haffyringin. Það svona fyrirgefu honum allt. Það nú styrkur þeirra, engum gaflarana. Og veist að gaflari svo lítill haffyringur. Og engungu haffyringur. Ég veit ekki hvort að míkrafónn eitthvað langt frá okkur. Já, kannski hann allt úr. Sjá til, lögum þetta bara. Þetta var alltaf verið réttir fjarlægð, svo þetta heyrist nú alveg svo á að heyrast. Og að því þú vilt heyra fallegu röddina mína, þá finnst þér ekkert að vera að hún heyrist vel. Og þannig verðum við uppundir það að vera skýrmæltir og þurfum ekki að vera með heyrnartækin alveg eitthvað sérstaklega stilt. Við erum orðið svo gamlir, þið vitið það, að við erum suma á okkur farin að nota heyrnartæki. Annars nú fólk á öllum aldrei með heyrnartæki, þannig það ekki málið. Og við getum nú þetta þakka fyrir það að þessi ágættu heyrnartæki séu til, því að þau eru að hjálpa manni og konu við að nema hljóðin í kringu sig sem að þau væri að vandra með að gera nyti ekki tækjana við, þannig að við búum nú mjög vel. En samt eru við svo vanþakklátt með margt að maður botnar ekkert í þessu. En það eru þetta skilja það í því ljósi að ef að guðleysið vex, þá svo margt neikvætt sem kemur með því. Þessna líka ég og fleiri góðir menn að benda á leið sem heldur okkur svolítið frá þessari þvælu. Og þá náttúrulega besta leiðin sem hægt að benda á Jesú. Hann svarið inn í kringu staðir og aðstæður og hann sá sem að veit hvernig á að gera þetta líka. Ég og þú vitum svona hálfgildings hvað skuli gert. En höfum aðgang á honum sem veit 100% hvernig best að gera allt. Og þarna aldeilis gafturu. En hann til, svo sem veit allt. Sumir menn segjast þetta allt, en þeir vita bara jafn mikið og ég, eða jafn lítið og ég. Þannig það nú. En við getum öll komist í viðfengi hann sem í raun og veru veit allt. Og við erum í raun og veru að tala hann hér, hann heitir Jesús. Jesú Nýja testamenti skrifað og Jesú gengur þetta nafn Jesú alla biblíuna. Þú lest víða Jesú í Gamla testamentinu, en þá það sem verður að boða komu Jesú. En svo kom hann árið 0, þá var bara allt þetta nullaður út og nýtt byrjað. Og þetta skulle við hafa verið nullað út þá í raun upphafið af því sem við erum við í dag. Þetta allt saman plan drottins, plan Guðs, að vera með þetta svona. Og svo setur hann okkur á jörðina. Við erum hér örskamma stund. En við erum sess að þetta svona, já, kannski svona biðsalur, þetta líf okkar. Því að það tekur annað við að því loknu. Og þess vegna drottinn svo umhugað
að boðunarstarfið haldi áfram, því að hversu þú ferð, þá verður hér bara þessu stutta stund. En þessi stutta sem þú hefur hér, hún er ekkert annað en mæða og alls konar svona sem okkur líkar ekki við nema inn á milli. En þessi tími er tími sem er verið að nota til þess að koma mér í skilningum það að ég hef annar stað að velja. Og ég horfi til Guðs og ég þakka honum fyrir það að hann er að bjóða upp á þetta. Og ég er sem sagt tólpin manneskja og hef reynt að vaksa í minni trú eftir getu, vegna þess að ég virði í dag þetta verk sem að Jesú gerði á krossinum. Og það er nú það eina sem ég í raun og veru geri er að ég held mér við þann steðja sem Kristur setti fram. Kross Krist, ég held mér við hann. Og að því ég vil heiðra Jesú og vita aðeins betri skil á honum, þá er ég með orð Guðs mér við hlið og í því les ég nánast daglega og hef gert alveg frá því að ég eignaðist mína fyrstu Biblíu Nýja testamenti, þó hóf ég lestur í því og hef lesið að, á hverjum degi nánast, þess að ég var að segja, til dagsins í dag og frá því að þetta hófst eru komin 35 ár. Þannig að þessi var ekki að tjalda til einna nætur. Hann er ennþá í þessu tjaldi sem að reist var þá og hann sér að það er nú bara enn harla gott. Tjald, ekkert að fara neitt. Skýlir vel gegn regni og vindi og helst í ágætur hiti, góður hiti. Þannig aldrei er mér nú beint kalt, svo ég geti skjólflíkur sem heldur á mér hita þegar ég fer út, sem gerist nú þetta oft. En hér eru við að tjá okkur dvöl okkar með Jesú, hvetja mann og annan til að halda þeirri vegferð áfram, því að það á hver maður að gera. Einn daginn, og við vitum þetta, hverfum við öll hérðan og við sjáum, eftir því sem árið færast yfir, og þar eru við sammála, að þetta verður allt saman verið á fleygi ferð. Ævin þýtur áfram og ógnar hraða og svo styttist auðvitað með hverjum degi sem líður að enda stöð. Það er svo sem ekki mikið sem ég er allavega að velta fyrir mér. Ég er rólegur með það vegna þess að ég veit að ég er hólpinn. Þetta hefur trúin gefið mér, þannig að ég spyr ekki það býtu hvað tekur við þegar að, og svo framvegis. Ég veit hvert ég fer. Og ég veit líka, sem er líka mikil huggun, að ég mun hitta aftur allt þetta fólk sem ég þekkti og suma af þeim veit ég að dói í Jesú nafni. Og ég veit að ég mun hitta það allt fólk aftur. En ég er auðvitað ekkert viss frekar en þú alla sem horfnir eru yfir móðuna miklu. Ég sé satt á þeirri leið og það er ekkert verra fyrir þig að vita hvert gamli fer, ekki? En þú veist það, vegna þess að þú veist að ég trúi á Jesú. Ég með þess vegna erum við að tala Jesú og boða Jesú. Hann er líka fyrir þá sem að hverfa á jörðinni eða verða eftir á jörðinni þegar einhverju horfin úr hópnum. En ekki eru allir sem að kannski taka við þessu vegna þess að þeir eiga ekki sjálfur í Jesú. Og þeir harma og syrgja jafnvel alla sína ævi yfir þessu missi. En ég veit að því trúi eins og ég var að segja á, en að við munum hittast öll aftur, það er að segja, sem kvöddum í Jesú nafni. Ég veit nokkra
Ég veit nokkra sem hafa hvatt í Jesú nafni sem ég alveg örugglega viss. Margir svo sem hafa hvatt í Jesú, hvatt þennan heimann, en ég ekki viss alla eins og ég var að segja þann. En svona bara lífið. Og hann skiptir engu máli þannig sé fyrir mig nema það að ég vil vaksa ásmegin í Jesú nafni þennan dag eins og ég hef gert alla aðra daga sem ég fengi að lifa með honum, takt eftir því. Þá nefnilega byrja allt þetta ball sem enn stendur yfir og það mikið fjör þar, því get ég lofað þér. Og þetta afskaplega skemmtilegt ball sem ég á, ég fór nú nokkur böll og mér fannst það nú misjaflega leiðilega kannski, en þetta finnst mér afskaplega skemmtilegt. Það svo skemmtilegt að þjóna Jesú. Og þú getur alveg verið með það öllum boðið í þetta teiti, en allir verða að þiggja það. Ég þáði það, ég var reynda að dreigi bara inn fyrir og ég veit að þannig það líka með þig, það verðist nú vera þannig að við erum í raun og veru öll dregin inn fyrir. Og þegar við erum konir inn fyrir, þá sjáum við, það er Guð. Við erum svona dregin í gegnum tjaldið og þá sjáum við að það er Guð. Þetta er svona ein myndir sem að Drottinn leyfir okkur að sjá. Og ég lyfti höndum og fell fram í bæn og gerði það fúsum og frjálsum vilja í hreinu þakklæti. Og það er þetta sem að Drottinn vill viðhalda hjá okkur. Það er þetta hreina þakklæti sem að við eigum í hjarta okkar. En með tímanum og tíðinni, með göngunum með Jesú, að þá vill svo margt gleymast. Og þess vegna hann er með ráðinn í allt þetta. Hann segir okkur að muna eftir fyrstu stundinni með sér. Og hver var hún hjá mér? Eins og ég var að segja á það. Opinberunum, það er til Jesú, það er til Guð. Það er fyrst opinberun og þetta var maður fullur að gleði yfir því þegar maður átti að sjá því hvað var að vera. Og sá að maður var komin inn í eilíðina sjálfa. Ég upplifði það þannig. Og þetta er það sem maður hefur vaxið ásmegin í að trúa. Og þess vegna líka ég að gera það sem ég að gera og þess vegna eru við sem erum á þessu stað að gera vegna þess að við viljum að aðrir haldi sér þeim megin. Og þess vegna þurfum við sem trúaðar manneskjur að kenna rétta kennslu og þeir sem að hlusta taki við henni sem er réttri og tilengi sér þessa réttu kennslu sjálfur. Þegar ég þarf að lifa mína trú, ég þarf að stíga fram í minni trú. Ég get ekki stigið fram í þinni trú. Ég þarf að stíga fram í minni eigin trú. Hún er jafn merkileg og mikilvæg, eins og þín trú. Þetta er einstaklingsbundin trú og við sem einstaklingar notum hana sem einstaklingar. Við getum ekkert notað hana neitt annað. Að því Drottinn dó í einstaklingsstað. Hann dó fyrir mig og þetta vitum við að Biblían segir. Að því ég er einstaklingur. Og þetta er í sjálfu sér mjög merkileg hugsun að svona skuli þetta vera, að Drottinn skuli blína svona á einstakling. Við aftur á móti venjum okkur á að blína á kannski hópin. En Drottinn sér auðvitað hópin og einstaklingana sem mynda þennan hóp, hvort sem hópurinn er stóri eða lítill. Og hann er með hvern einstakling í hópnum, í sinni gæslu. Ef því er að skipta. Og þegar svo er, þá heitir það trú. Og það er einmitt það sem að við hér og fleiri erum að hvetja menn til þess að halda í, það er þessi trú. Og til þess að vera nokkuð tryggur þar, þá ræktar maður sína trú og blæs eld í trúna á hverjum degi. Ég sem einstaklingur geri þetta. Og ég er án afsökunar ef ég geri þetta ekki, því ég er með öll tæki og tól við hendina sem að segja mér að fara þennan veg. Og þess vegna líka fer ég.
Þess vegna les ég orðið og þess vegna hvet ég menn til að lesa orðið og ég sá það fljótt og reyndar uppgötaði það nú fljótt í lífinu að ég verð að bera ábyrgð á þessu öllu sjálfur og ég hef gert það. Þess vegna hefur manni aldrei hlekkst neitt á. Já, í lífinu sjálfu, því að ég hef alltaf borið ábyrgð á mínu lífi sjálfur. Auðvitað hefur maður gert mörg mistök í lífinu, en ekki kannski svo mörg eftir að maður komst til trúar og fór að ganga trúarins veg. Þá eru nú kannski ekki mistökin svo mörg þegar maður lifir bara í Jesú. Og þar eru engin mistök gerð. Maður dáið sjálfum sér og Drottinn reisir mann upp í sér. Og þannig hefur þetta haldist. Er þetta hægt? Ég veit ekkert hvað þér finnst vera hægt. Já, en ég segi það er hægt vegna þess að með þeim hætti talar Jesú. Það ekki? Daglegt samfélag við hann gerir að verkum að þú sem sagt gengur alltaf upprétt manneskja. Auðvitað hrösum við margvíslega og svo framvegis, við veitum allt það og okkur er tamt að tala þetta vegna þess að við erum alltaf að afsaka okkur. Það er svo stutt í að afsaka sig, já menn eru svolítið mikið þannig að það er stutt í að afsaka sig. En ég segi við skulum deyja því allir saman og vita bara að við erum menn sem erum að reyna í okkar veika mætti að gera þetta rétt. Og við verðum að muna það að margt höfum við gert rétt. Að lífið okkar er kannski að klúður á kafla, segjum það, en það samt hefur margt gert sem er rétt. Vegna þess að Jesús sér að við gerum það sem er rétt. Og það er einmitt það sem að ég vil minna sjálfa mig á. Og þess að segi ég að líf mitt er ekki tómt klúður. Ég veit ekki hvernig þitt líf er, en mitt líf hefur ekkert verið neitt tómt klúður. Og ég veit að Drottinn staðfestir þetta sem ég er að segja hér. Því hann þekkir auðvitað líf mitt miklu, miklu betur heldur en ég. Að því maður hefur vilja að vanda sig við þetta. Er það hægt? Ég veit ekki hvað þér finnst vera hægt eða ekki. Já, ég segi þetta er hægt. En þú þarf til þess að tryggja þetta að þú blínur á Jesú. Ekki á hendan hégóma sem allt er fullt af í kringu þig. Þú blínur á Jesú og segir, ég vil starfa með honum, engum öðrum. Og hann gerir það. Hann starfa með þér. Hann tekur þér fagnandi í hvert skipti sem þið hittist. Þetta er mín reynsla af Jesú og ég veit að þetta er líka þín reynsla af Jesú því hann kemur fram við alla eins. Hann er ekki svona við mig og einhvern veginn allt öðru sem við þig. Hann kemur bara fram við okkur eitt og sérkvöld eins. Hann lítur á okkur öll sem jafningja. Hann lítur á okkur öll sem hæfar manneski til margra verkra. En sumir hæfar í einu en annar. En það gerir engan mun því að verkin eru unnin í Jesú og eru því góð. Og það er það sem hann horfir á. Og þetta er það sem hann vil kenna og skilja eftir hjá okkur. Og við getum fengið þetta allt saman til okkar og með okkur að því við erum að gera það sem að okkur snýr. Við erum dáin þessari hégómlegu mannlegu hugsun sem að vil fara með okkur á flug og draga upp í okkur hégóman til að mynda lífsgæði. Hver eru mín lífsgæði? Mín lífsgæði eru að þjóna Jesú, vera með honum. Allt ytra prjál, já, er ekki þessi skiptur öllu máli. En fyrir suma skiptir það öllu máli, en slík manneski er með sjálfa sig á röngum stað. Það er allt til að eiga fallegt heimili og auðvitað hvetjum með þess að eiga fallegt heimili. En það er samt prjál. Þegar aðalmálið er að vera í góðu samfélagi við Jesú
Og þetta samfélag verður til bara hér og nú. Bara í þessum töluðum orðum, í þessu andartaki þarf samfélagi við Jesú að vera gott. Og hvað vinst með því? Það vinst allt með því. Það vinst það með því að þú ert sæl manneskja í dag. Þú hefur ekkert nema þennan dag og því þá ekki að leyfa sér að vera sæl manneskja í þessum degi sem að okkur var gefin til að nota. Eins og Drottinn segir að hver dagur hafi sínar áhyggjur. En líklega eru fæstir okkar þar. Sumir okkar kvíðum morgundeginum þessi lifandi ósköp. En til hvers erum við að því? Að því að við erum breyskar manneskjur og afsökum okkur oft með því að vera þessar breysku manneskjur. Ef við höfum öll tök á því að leyfa Drottni að stýra okkur og stjórna, bara hér og nú. Og hann segir, ekki hafa áhyggjur af deginum. Og hvað meira? Ég mun sjá hann. Nákvæmlega. Og þegar þú horfir tilbaka, það má, þegar maður að skoða svona mál, að þá sérðu að hann hefur haldið upp allan tíman. Og svo kafur dýpra ofan í þetta og nánar, þá sérðu að þeir hafa aldrei skort neitt allan tíma sem þið Jesú hafi verið saman. Þetta hiklaust mín saga, á trú á göngunni, mér hefur aldrei skort neitt. Og hann hefur oft talað til mín með alls konar. Og mér hefur borið gæfa til þess að fara þessa leið og þess vegna söðlaði alveg í hugsun hvað sem áður var og kannski hafði fyllt mér alla ævi. En ég söðlaði Og ég fór reið feitum hesti frá því í dæmi, ekki mögrum og grönnum og máttlausum og þróttlausum. Heldur feitum hesti fullum af fjöri. Að ég gerði það sem Drottni var að biðja um. Það tapar enginn á því að hlýða á Drottni. Og þetta eitt af því sem að við hérna sem erum með biblíuþáttinn okkar hvetjum sjálfu okkur auðvitað og aðra með okkur í að gera. Þess vegna blínum við á orðið. Orðið málið. Hvað það að segja? Já, þú átt að vita alveg jafnvel og ég. Ég veit ekkert hvort þú vitir að jafnvel og ég, en það er það aukaðatriði. En þú þarft að vita skil á því og vita góð skil á orðið Guðs og betur meira en minni. Og það er allt saman á þinni ábyrgð. Með öðrum orðum, þú þarft að vilja að leggja því þá vinnu að vera ástunduna sem manneskja hvað orðið varðar. Þannig að það er ekki áhyggjuefnið. Aðal áhyggjuefnið ef við viljum hafa áhyggjur á einhverjum, að við séum ekkert að sinna þessu. Þess vegna þurfum við líka að hvetja hvort annað að biblíunni, að lestrinum, að íhuguninni og öllu því. Ekki svo að skilja að mér varði eitthvað það hvernig aðrir lesa eða hvort þeir lesa. En mín skylda er sem trúaðsmanns með köllun að hvetja menn þangað. Já, skylda. Skyldu hvað hvílir á mér. Líka þér. Hver sem hún síðan er. Við höfum köllun og skyldu hvaðin fylgir kölluninni. Mín köllun er þetta, þín köllun er einhver, hver sem hún er, sinnt henni. Ég veit að köllunin hjá öllum, hún felst að einhverju leyti í að hvetja aðra með sér að borðið Guðs. Og hvað er orð Guðs annað borð Guðs leið? Og hvað er á borðið Guðs? Það er matur á borðið Guðs. Í þessu tilviki orð Guðs sem að matar hjartað og þar fær næringu og verður að hrest. Og þú fyllir aldrei hjartað af orði Guðs. Það tekur alltaf við, meira og meira og meira og meira. Og það er gott
hafa meira orði en minna orði. Við vitum svo margt, við vitum allt þetta, en erum ekki alltaf fólki sem vinnum þessa vinnu vegna þess að við erum svo upptekin af mörgu öðru. Við erum svo hégómlega í hugsunum og ef við leyfum þessari hégómlegu hugsun að koma til okkar bara hvenær sem hún vill sjálf og þá verðum við upptekin af einhverju allt öðru. Jú, vissulega höfum við gaman að því og við gleymum okkur stund við það. En þetta skilur ekkert eftir sig þegar fram í sækir. Öndvertu orð Guðs sem skilur eftir sig þegar fram í sækir og það gæti reisið upp til varnar þar. Að þetta er það sem það á að vera og það á að vera í hjartanu mínu. Og ég er alltaf með hjartað með mér. Ég get ekki skilið það eftir heima. Við veitum alveg hvernig færi ef við reyndum það. Við kemumst nú ekki langt. Og við sjáum alveg hvernig þetta virkar. En þetta eru verk sem við þurfum að vinna. Og þetta er verk sem hægt er að hvetja menn til að gera. En meira geta aðrir ekki gert. Nema hvatti til og það er góð hvatning að hvetja menn í rétta átt og rétt verður áttin þegar þú ert með Jesú í hjartaðinu. Þá er rétt áttin. Og viljur að vera alveg öruggur með áttina, þá ferði eftir því sem að Jesú er að segja og orð Guðs er að segja. Þannig þú sér þetta allt við hendina. Og þú sér líka hvað ég og þú ráðum miklu hvernig þetta allt er og hvernig þetta allt fer. Við þurfum að læra það að hvetja menn í rétta átt. Það er þetta að hvetja menn í allar áttir. En hvað átt er rétt? Ég segi, orð Guðs er rétt átt fyrir hvort sem er mig eða þig. En ég veit líka, alveg svo þú, það fer enginn þangað sem ekki á trú, sem ekki hefur áður fengið trú, fylgst heilugum anda, því að með þessari gjöf þá kemur líka áhuginn á orði Guðs. Þetta fylgir með. Ég man eftir því sem aldrei átti Biblíu. Leið og ég áttaði mig á að til væri Guð, þá mjög fljótlega og eiginlega bara sama andartaki sagði ég við sjálf af mig, hei, þú þarft að eignast Biblíu. Sagði mér þetta enginn. En maður bara andir sjálfur þegar hann kom, þá byrjaði hann á því að minna mig á þetta, fáðu þér Biblíu, drengur. Og ég segi, já, ég ætla að fá mig Biblíu. Einhverjum mánuðum setna þá var ég komið með Biblíu. Það vísu keypti ég hann ekki, mér var gefin hún, en ég var komið með Biblíu. Og þar með byrjaði þetta lestraradæmi sem ég er ennþá í. Lestrarverkefni, kannski réttar að sagt, sem ég er ennþá í, 35 árum síðan. Alveg sem maður borðar daglega, þá les maður daglega. Þarna kemur aginn mjög sterkur inn í, því að það er í aganum þú gerir öll þessi verk. Og þau verða þér kær, og þau verða þér góð, og afskaplega nauðsynleg. Af því þú vilt vaksa í Guði, og þú getur vaksið í Guði. En hérna við skulum lesa eitthvað. Já, við skulum lesa, við erum í Hósea-handritinu, öðrum kafla. Við skulum lesa hérna frá og með 18. Á þeim degi munt þú, segir drottinn, ávarpa mig eiginmaður minn og ekki fram að kalla til mín Bal minn. Ég fjarlægi nöfn Bala úr munnið hennar og þeir verða ekki nefndir á nafn framar. Á þeim degi ger ég sáttmála fyrir Ísraelsmenn við dýr merkurinnar og fugla heiminsins og skriði jarðarinnar og eyða boga, sverði og stríði úr landinu og læta og búa óhalta. Fyrir einn. Þetta er það sem drottinn mun gera
fyrir þjóð sína og sitt fólk. Og hann býr okkur stað með Kristi. Og Kristur verður skjöldurinn okkar, vopn og verja. Allt þetta býr í hjartan okkar. Það heitir trú, það heitir kærleikur. Vopnin okkar er orð Guðs, ekki sverðið. Sverðið er heimsins, en við erum ekki þar. Við störfum ekki eins og hann. Þess vegna erum við friðsamt fólk. Og þekkt er það að vera friðsamt fólk. En ekki svo að skilja að friðurinn sé alltaf í kringum okkur. Öðru nær vegna þess að þú ert í heiminum eins og hann er og hann ólgar allur og yðar. Vegna þess að hann á enga frið. Honum er ekki búin eitt friður. Þess vegna er Drottinn með sitt fólk þar sem sýnir af sér stillingu og friðsend. Sumir sjá þetta. Sumir sjá reyndar aldrei neitt. En sumir sjá þetta. Og þeir veita þessu athygli og veistu af hverju? Að einn ástæðu, Drottinn er búin að opna augu þeirra fyrir þessu. Menn átta sig ekki á því að augun hafi verið opnuð, en allt í henni eru þeir farin að, alltaf eitthvað svo mikill friður yfir þessum, stóra feita kalli. Þetta er frá Guði komið, skilaboð til viðkomandi komdu til mín og vertu þessi friðsemdar manneski alveg eins og þessi stóri feiti kall. Þetta snýst ekkert stóra feitan kall, heldur hvað býr með honum og í honum. Kristur er þar. Hafa hann komist að, þá er hann þar. Og þessi stóri feiti kall, hann elskar að lesa orð Guðs. Og hann elskar að benda öðru fólki á að gera sama. Ekki fyrir mig, mér var það raun ekkert hvað þú gerir. En gera það fyrir sjálfan þig. Og meira fyrir fólki í kring. Sem eins og þú verður friðsemdar fólk. Það er eina sem að heiminum vantar, hann á allt heimurinn, við veitum það. En honum vantar eitt og það er þessi friður í hjartanum. Og hann eins og allir aðrir reyna að öðlast hann, en finn enga frið, vegna þess að það er engi friður búi nema í Kristi. Og þetta eru skilaboð sem hafa gengið í gegnum aldirnar og ganga enn. Og við erum alltaf á sama stað í raun og veru. Við erum með ólguna og við erum með friðsemdina í Jesú nafni. Og svona verður þetta þangað til uppgjöri kemur. Og þeir stíga til heimis sem að þangað eiga að fara. Og taka sitt sæti hjá Drottni og eru þar alla eilíð. Og þú getur verið með þar. Og þess vegna er líka Drottinn enn að boða. En það kemur að því að þessum boðanatíma líkur. Og hann er ennþá í gangi og okkur ber skylda til þess að vera að og með við getum það. Og þar leggja sumir meira á sig en aðrir og þannig er þetta alltaf og verður alltaf að menn leggja misjafnlega mikið á sig vegna þess að menn eru bara misjafnlega duglegir. Það dugnaður að halda áfram áratugum saman við þetta verk. Það er ekki rétt hjá mér. Það dugnaður og kraftur og áhugi sem að drífur þetta fólk áfram. En það drifkraftana þar eru þetta trúin á Krist. Hún heldur þessu öllu uppi. Ef við hefðum ekki trú á Krist, þá vitum við að við verum fyrir löngu hættu þessu. Ef við eigum til trú á Krist og hann sér að þetta haldist allt við. Já, þess vegna erum við að gera það sem við erum að gera. Og þess vegna lifum við því lífi sem við erum að boða öðrum. Við erum ekki að boða einhverjum öðrum eitthvað líf sem við lifum ekki sjálf. Og þar erum við í raun og veru í fararbroddi. Hvað menn sjá veit ég ekkert um. Ég er löngu hættur að pæla í því. Hvað menn sjá. En svona er þetta. Og þess að getum við staðið keik við þessa boður. En við þurfum ekkert að sanna neitt í raun og veru. Heldur kemur bara Drottinn sjálfur og staðfesti sig.
Þá gerist eins og hjá þér, hjá mér, að þú sérð, nú það er til Guð. Allur er farin. Lengri tíma tekur þetta nú ekki. Þetta er ekki mitt verk, þetta er Guðs verk. En þetta Guðs verk ætlar að fylgja mér svo lengi sem ég lifi. Og það er búið að fylgja mér núna, eins og ég segi, í 35 ár. Og fyrir að styttast í 37. árið. Hvað þetta varðar? Já, árin líða. Það er í sjálfstöður ekki trósunar efni. Árin líða og maður gengur þennan veg, af því að maður vill ekki fara neitt annað. Val. En ég veit hvað þarf til þess að ég haldi áfram að fá fóður og eldsneyti, ef svo má segja. Ég hef orðið við mér við hlið. Og ég þreytist ekki sjálfur við að lesa og ég þreytist heldur ekki við að hvetja menn og konur að þessu orði. Því hafi það gert mér gagn, sem það hefur vissulega gert, þá mun það líka gera þér gagn. Mitt er ekki að sannfæra þig neitt þannig séð, því að ég geta hvort þið er ekki, en mitt er að segja bara sannleikan þetta mál og ég get vitnað sjálfa mig með sannleikan á vopni, hvernig þetta hefur virkað á mig. Hvernig hefur það virkað á mig? Að öllu leyti með góðum hætti, að öllu leyti. Og allir þetta sé ekki það eina í mínu lífi sem ég get sagt að hafi virkað á mig að öllu leyti með góðum hætti. Mitt líf er eins og þitt líf, það hefur gengið í bylgjum. Svona og svona. Og sönd sem að maður hefur séð er hrunið, farið. Annað sem ég hef séð stendur enn. En þetta orð, það stendur eins og það hefur alltaf verið. Og líka eftir að ég er farin á jörðinni. Það er að segja að Drottinn verður ekki komin áður. En þetta er verkefnið. Það er að lesa orð Guðs, tala orð Guðs, hvetja menn að orði Guðs, vegna þess að með orðinu höldustu við í trúnni eins og við viljum að haldast í. Það er engin bilbugur. Það má heldur ekki verða neitt bilbugur. En sumir hrasa og falla vegna þess að þeir þreytast á þessu. Akkur þreytast á því? Vegna þess líklega að þeir ykkur staðar er ekki að gera nákvæmlega eins og orðið er að segja. Fara svolítið sínar eigin leiðir. Það er það sem þreytir okkur. Ekki orð Guðs, bara tært og hreint í skilningi mínum. Það þreytir mig ekki neitt. Það gleður mig bara þegar ég gera það. En það er ekki stökkudóklurinn. Heldur gæti svo farið að ég sé að gera eitthvað sem ég á ekki að gera og verra er ef ég veit að ég á ekki að gera það en gera það samt. Það er svakalegt. Þetta er alltaf mann árétting það að sögla nú og gera það sem Drottinn er að bjóða. Öðru sem hefur maður raun og veru ekki leyfi til að tala. Þú verður að gera það sem Drottinn er að bjóða og ég tek þetta auðvitað alveg til mín eins og ég ætlast til að þú takir þetta til þín. Við skulum lesa hérna í Nýja testamentinu, Jóhannesar Guðspjalli. Það er 9. kafli. Á leið sinni sá Jesú mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurði hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði, hvorki er það því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans heldur til þess að verk Guðs verði opinbert á honum. Okkur ber að vinna verk þess sem sendi mig meðan dagur er, það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég er í heiminum er í ljós heimsins. Kristus steig upp fyrir 2000 árum, en hann er hérna. Hann er hérna fyrir mínar hendur og minn munn og þinn munn og þínar hendur. Þannig hann er hérna enn. Og hann býður okkur að gera allt það sem hann gerði. Og við erum að sjá kraftaverkasögur, já,
eigum okkar eigin kraftaverka sögur hvað þetta varðar. En við þökkum okkur ekki sjálf, við þökkum Jesú fyrir það. Að hann er hérna enn. Og hann elskar að gera það sem hann hefur alltaf gert, sinna þér og sinna mér og sinna sínu söfnuði. En það komið tími á þetta hjá okkur, svo fljótt að líða, og við erum tamdir svolítið við tíman, þannig að við ljúkum þessu hér og Konráð þakka fyrir sig og verður áfram með þessa þætti. Verið þið sæl.